Þá bara þakka ykkur fyrir að vera hérna og við byrjum. Þegar í Biblíunni og Gamla testamentinu greint frá baráttu góðs og ills og hvernig hið illa reynir að stöðva Guðs verk. En ég ætla að byrja á að fara í hvað verið að berjast hvað snýst þetta stríð. Og þá förum við í, já, nú geti ég ekki verið með fullscreen því að ég þarf að geta farið hérna á stikuna. Það gengur líka upp. Hvernig fer ég úr því? Escape ekki bara. Svona. Nei. Ja. Jú, hérna. Já. Og þá förum við í frásögn í 1. Mósebók 9. kafla að það er sagt frá því að þegar að flóðinu linnir þá plantar Nói víngarð og það var heitt og hann drakk mikið og dó fyllir í stauða í tjaldinu og lá þar nakinn. Á þessum tíma þá var ættarsamfélag dálítið mikið og ættin mikilvæg. Svolítið annar hugsunargangur heldur en í nútímanum, en gegnum aldirnar þá hafa ættir skipt miklu meira máli heldur en í dag. Og þá gerist það að að Kam, hann fer og auglýsir skömm pabba síns. Og við búum í þjóðfélagi þar sem internetið, fréttamiðlarnir og aðrir hafa yndi af því að auglýsa það ef einhverju orðið sér til skammar. Skiptir ekki máli hvort það nýlegt eða gamalt. Og þjóðfélagið alveg tilbúið til að dæma menn fyrir það sem þeir gerðu áður eða hafa gert. Og orðið Satan, það þýðir sá sem ásakar, ákærir eða andstæðingur. Og það er það sem hann stendur fyrir. Guð hefur allt önnur viðhorf en mennirnir. Hann fyrirgefur og gleymir. Hann segir, ég ætla aldrei að halda fortíðin upp á þig. Ég ætla að ganga með þér inn í framtíðin og það verður góð framtíð. Ég ætla að hylja syndina. Ég ætla að hylja nektina. Ég ætla að hylja skömm þína. Og ég ætla að senda son minn til að taka skömm þína á sig. Þannig að hjá Guði eiga allir séns, alveg sama hvað við höfum gert. Þetta bara, ég alveg viss að Jesús fær á samfélagsmiðlana að segja hvernig hann sér hlutina, þjóðin í vitlaus út í hann. Af því að hann ekki tilbúinn til að taka þátt í því að vera sá sem kastar fyrsta steinun. Og það þannig að við mennirnir eigum margir eitthvað sem við myndum ekki vilja allir vissu af. Og ég segi ekki hérna, ég hef kannski sagt þetta áður en ég hef bara svo gaman að þessari sögu að hún segir svo mikið. Manni sem sendi 20 vinum sínum bréf, svona bara í bríari að það var að skemmta sér, bara ganni sínu, og í bréfinu stóð þú að flýja. Það var allt komist upp, hann sendi 20 vinum sínum þetta bréf, 10 flúðu. Og þarna frétta hinir synirnir af því frá Kam, hvað hafi gerst. Og þeir labba að tjaldinu og þeir labba aftur á bak inn í tjaldið og breiða yfir föður sinn að þeir ætluðu aldrei að sjá skömmans, nektans, syndans eða neitt slíkt. Og þetta það sem Guð gerir gagnvart okkur. Og þegar við höfum tekið á móti Kristi, þá sér hann ekki það sem við erum vön að vera, hann sér Jesús í okkur. Hann velur að sjá okkur þannig. Og þetta barist. Hvort að syndin og það sem við gert eigi að fylgja okkur alla í lífð, eða hvort að verður sýknað, hreinsað, hulið og við göngum inn í yndislega framtíð. Þetta baráttan. Og þegar að Nói vaknar, þá fréttir hann hvað sonur hans hafi gert, Kam, og bölvar bara einu barn hans, Kanan. En segir, en blessar Sém á sérstakan hátt, og við komum betur að því og eftir af hverju.
Og næsta sem gerist það að maður sem heitir Abram, sem seinna fekk nafnið Abraham, hann fær Guð tala til hans. Abram, það kemur fram í köflunum undan, var af ætt Sem. Ætt þess sem stóð fyrir því að horfa ekki á syndina, horfa ekki á skömmina, heldur breiða yfir og horfa og slíkt. Og Guð segir við Abram, farið burtu frá landi þínu, frá ættfólkið þínu, úr húsi föður þíns, til landsins sem ég mun vísa þér á. Og ég ætla að segja bara strax að því við þurfum að fara hratt yfir. Landið sem Guð vísaði Abram á var landið þar sem afkjómendur Kanans bjuggu. Kanansland. Og hann segir, ég mun gera það mikilli þjóð og blessa þig, og Guð til að blessa. Hann þráir að blessa. Og hann segir, ég ætla að blessa þig og gera nafn þitt mikið, blessun skaltu verða. Og ég mun leiða blessun yfir þá sem blessa þig og bölvun yfir þann sem formælir þér. Allar ættkvíslir jarðarinnar munu af þér blessun hljóta, eða af þínu afkvæmi og því það líka. Og þarna Guð búinn að ákveða að einn góðan veðurdag mun fæðast einhver af ætt Abrahams sem verða blessun til allra þjóða. Og þarna var sett í gang atburðarás sem að spádómarnir sem ég að fara í á eftir tengjast allir. Já, bíddu nú við. Það svona. Í stuttu máli, afkomendur Abrahams fóru inn í þetta land Kanans, og það er mjög merkilegt að það sem Guð ákveður að láta blessunina, hann ákveður að senda blessunina frá landinu sem var undir bölvun. Frá landinu þar sem fólk byggði, Kananítar, sem hafði verið bölvað. Og þar sem myrkrið svartast, þar sem bölvun mest, þar sem eymdin mest, þar ákvað Guð að láta blessunina ganga út. Þar ákvað Guð að senda heiminu blessun. En það gekk mikið á hjá afkomendum Abrahams í þessu landi. 597 þá kemur Babylóníu konungur, hann sigrar landið og tekur hluta fólkinu og lætur taka það í herleiðingu til Babylon. Einn af þeim var ungur maður sem hét Daniel. Síðan ákveður Babylóníu konungur að konungurinn yfir Ísrael eða Júdeu skildi lúta honum og borga honum skatta. Konungurinn sveik það og þá kom Babylóníu konungur aftur með her. Rústar borginni, Jerúsalem, leggur múran í rúst þannig að það sé ekki hægt að vígbúast lengur gegn einum her, tekur íbúan og flytur á allur landi, meira og minna. Og það er 587. Bara nánast hreinsa landið af gyðingum. 538 eru persarnir búnir að taka völdin af Babylóníumönnum, búin að sigra Babylóníumenn og leyfa gyðingunum að snúa aftur heim. En það fór bara hluti þjóðarinnar, stærri hluti við ákvað bara að vera kyrr. Búin að setjast þarna að og persarnir voru ekkert að endilega mikið uppteknir af því að hafa það í ánúð. En Daniel var tekinn í hirð konungs og þar voru hann kennt fræði Babylóníumanna og hann las lögmál gyðinga og heiðraði Guð gyðingana og verður mjög háttsettur embættismaður hjá konungi og hann var svo mikil viðskipur honum að hann var svona vitringur allra vitringa við hirðina. Og svo gerist það að Nebúkadnesar dreymi draum. Og draumurinn settist þannig á hann að hann vildi bara með öruggum hætti vita hvað draumurinn þýddi. Hann skynjaði, það eitthvað rosalegt sem var að dreyma. Og hann segir vitringana, því að ráða draumi fyrir mig, já, fínt, segja vitringarnir, segjum bara hvað þau dreymdur og skulum ráða það. Og þá sagði hann, nei, þið eigið að segja mér fyrst hvað þið dreymdi, síðan hvað draumurinn þýðir. Og þá er ég öruggur að þýðingin er rétt eða vitið hvað mér dreymdi. Og þeir sögðu þetta ekki hægt.
og eins og menn verða sem fá völd, þeir verða nú stundum brengla völd fólk og Nebúkadnesar segir já þá drepi ég ykkur bara alla, þið get ekki sagt mér drauminn og hvað þýðir. Svo og nú þá áttu að fara að drepa þá og meðal annars Daniel og Daniel gengur á fund konungs og segir ég skal geð mér tíma og þá gerist það að Guð sýnir Daniel hvað konungurinn dreymdi og hvað draumurinn þýddi. Og og hann segir við konunginn, þegar þú hvíldir í rekkjuðinni, hvarflaði hugur þinn að því hvað myndi gerast á ókomnum tíma og sá sem opinbera leynda hluti sýndi þér hvað í vændum er. Hluta því sem að síðan Nebúkadnesar dreymdi, það hefur þegar ræst. Og þá ætla ég að fara hérna í ákveð vers. Og hann segir, þessi dreymdi svona, þú sást risastórt líkneski. Líkneski var feikistórt og með skærum bjarma, ógurlegt ásýndum og það var frammi fyrir þér. Og höfuðið var úr skíra gulli, brjóst og armleggir úr silfri, kviður og lendur og eir, fótleggir úr járni, en fæturnir að hlutur járni og hlutur eir. Svo losnar steinn sem lendir á tánum á líkneskinu, þannig alveg neðst á fótunum, og þá hrynur það. Og það molnar niður ekki neitt, bara í duft, og vindurinn og feykir í burtu. Og hann segir konungnum hvað það þýðir. Hann segir, Guð, þú ert gullhöfuðið, líki Babýloníu manna. Og hann segir, eftir því kemur annað konungsríki sem er ekki alveg stórt og þitt, og það er ríki Persa, Meda Persa. Það var svona cirka 530-40 fyrir Krist sem þeir tóku yfir. Og svo segir hann, eftir það kemur þriðja ríkið Eyri sem drottnar með veröldin allri, þar sé hinum þekkta heimi, eins og það er það sem er átt við. Og það var ríki Alexanders mikla, hann sigraði Persana. Og næst kemur fjórða ríki sterkt sem járn og það er Rómaveldi sem sigraði ríki sem tók yfir svæðið í framhaldi af Persónu. Þetta gerist bara alveg í skipulegri röð. Þetta sá hann margar aldir fram í tíman. Og síðan segir hann að þetta ríki, þetta fjórða ríki, það byrjar á að vera sterkt, en síðan þegar tímar líða, það mun það klofna og það eru tvær fætur, sem austur og vestur rómverska ríkið. Og svo segir hann sem sagt, tærnar af fótunum vera hluta, þetta er 40. vers og járn og hlut og leir, ríkið verður öflugt en máttlítið af nokkru. Þú sást að járnið var blandað í leirin, það merkir að giftingar leiða til samrunans og samlögunar, en ekki til samlögunar frekar en að járn og leir blandist saman. Málið er að löngu eftir að Daniels bók var skrifuð og eftir að Jesú var búinn að ganga um á jörð, þá rættist þetta. Þá ákvað keisarinn í Róm að vera með undirkeisara, fjóra undirkeisara til þess að stjórna ríkinu og til þess að tryggja enginn gerði uppreist, þá skipaði hann svo fyrir að þeir skyldu gifta dætur sínar og syni innbyrðis. Til að ríki væri svona svein fjölskylda. Það gerðist eitthvað 700 árum seinna eftir hennar spádóm. Og það var verið að skrifa Nýja testamenti þegar það rættist. Og svo segir hann að steinninn tákni að öll ríki heimsins munu hrynja og það komi eilíft ríki. Og það er þegar að Jesús endar sem sagt allt illt á jörð og hans ríki tekur við eilíft. Og ég get ekki farið í nærri alla spádómana í Daniel, en spádómurinn í Daniel 7, það dreymir hann þetta sjálfur, aftur Daniel. Hann sér 4 stór dýr koma úr hafinu hvert öðru ólíkt. Fyrsta dýrið var eins og ljón og það er Babýlon. Og svo er því lýst hvernig það er arnarvængi sem voru tættir af því, þegar Persar tóku Babýlon, þetta er nú ekki í Biblíunni en úr mannkynssögunni,
þá voru þeir svona smám saman að þjarma að þeim þangað til að allur móðu var úr þeim farin og þá náðu þeir að sigra þá. Og annað dýr sá ég, annars átt það bjarndýr, það eru Persarnir og þeir sigruðu Babyloniumenn. Svo kom enn eitt dýr áþekkt hlébarða og það er Grikkland, ríki Alexanders mikla. Ástæðan fyrir að hlébarði er það að Alexander mikli á einum áratug þá tók hann bara allan hinn þekkta heim. Hann var eitthvað rúmlega 20 þegar hann byrjaði og hann dó síðan 30 eða upp úr 30 eða hvort var innan við 20 og þá var hann bara búinn að afreka þetta allt. Og ef við förum hérna aðeins í kort sko að þá sjáum við ríki sem hann tók bara 10 árum og náði alveg til Indlands. Ástæðan fyrir hann tók ekki Indland var að herinn var búinn að hafa nógu sem við förum ekki lengra. Og hérna sjáum við aðeins hérna myndina af styttunni sem Nebúkadnesar dreymdi. Þetta er sem sagt Babylon og það var til 539, þá sigruðu Persar þá. Og það er rið og ástæðan hendurnar eru tvær, að það samastóðu þjóð sem heitir Medar og Persar. Svo er það bronsið, það er ríki Alexanders mikla. Svo er það Rómaveldi og svo eru kenningar það að sem sagt, vestræni heimur í Evrópu sé endurreist Rómaveldi. Ég hef ekki tíma til að fara út í þær spekulasjónir núna. Hvað er þetta? Og svo gerist það að þegar hann búinn að sjá þessa hryllilegu dýr, þá sér hann að Guð sem eins og gamlan mann með höfuðhár sem hreina ull. Þetta er eina skipti í Biblíu þar sem hann er gamall maður með skegg. Líkt við það. En svo sér hann í 13. versi: Ég sá í nætur sínum og sá einhvern kom í skýjum himins, áþekkan mannssyni, af því að menn trúi því að hann sér himneska veru, kom í skýjum himins sem lítur út nákvæmlega sem maður. Hann kom fyrir naldna og leiddu fyrir hann, honum var falið valdið, tignin og konungdóminn, og allir menn og þjóðir og tungur skyldu lúta honum veldi, hans er eilíft og líður undir lok, konungdæmi hans verður engin endir. Þetta hefur ekki ræst en þetta er þegar Jesú kemur aftur. Síðan er í Daniel 8 er kafli það sem að lýst er baráttu Persa og Grikkja. Þarna er persónu líkt við hrút sem stangar í 3 áttir og lýst hvernig geithafurinn sem er Grikkland, hvernig að stanga. Og sem sagt baráttan milli Grikkja og Persa var mjög mikil alltaf. Einu sinni sendi Persakonungur flota til að taka Grikkland, en þá lenti hann í því að það kom svo mikil stormur að skipin bara brotnuðu í spón og þá skipaði hann hernum sínum að flengja hafið til að refsa guðum sjávarins sko. Einu sinni tókst honum að ná landi á stað sem heitir Marathon og þar var hann með svo öflugan her að þá héldu Grikkinir allt væri búið því að þeir voru miklu minni her heldur en Persarnir. Það var búin að koma gríðarlegum her yfir. En einhvern veginn tókst nú Grikkjum að vinna samt frækilega sigur og kom í veg fyrir þetta áhlaup Persana. Og það er reyndar í öðrum kafla í Daniel þar sem farið ítarlega í þessi samskipti Persa og Grikkja og styrjaldirnar á milli þeirra, en þar verið að spá því sko fram í tímann. Hins vegar það þannig að þið lesið Daniel og mannkynssögu saman, þá bara það sama. Það er ekkert sem er opið fyrir túlkun nema eitthvað mjög lítið því að þetta er bara, mannkynssögan er bara skrifuð þarna í Daniels bók fyrirfram eins og hún hafi gerðist svo nákvæmlega. En þannig að það er nóg bara að lesa textan og verið mannkynssögubók, þá séum við nákvæmlega hvað að vera. Það þarf enga kennslu en eitt svoleiðis í því. En
það sem gerist það að þegar Persarnir voru sigraðir þarna við Maraþon, þá var sem sagt mikill ótti af hennu og þeir sendu strax hraðboða til að láta vita hvernig kom að þeir hefðu sigrað. Hann þurfti að ferðast yfir kletta og klungur og torfæra leið. Þannig þegar hann var að hlaupa til að hennu 42 kílómetra þá sem sagt lét hann vita, sagði tíðindin og hnés og dauður niður. Hvort það var hjartaáfall eða annað veit ég ekki, en hann rétt náði að stynja upp úr sér hvað hefði gerst. Og þetta fyrirmyndin af maraþonhlaupinu. Þetta sem sagt vegareindi þarna milli 42 kílómetrar. Og hérna lýsingar á þessum ágangi milli fyrirfram lýsing á áganginu milli sem sagt Persa og Grikkja, en það lýst í 5. versi að geithafur komu vestri sem barst yfir jörðina alla án þess að snerta hana. Það er að því að hann sá fyrir sér í sýn hvernig Alexander mikli myndi 330 cirka fyrir Krist ná að sigra þetta með hraði. En nú komum við að lykil spádómnum. Þannig að Daniel, hann að biðja, hann játaði bara syndir þjóðarinnar eins og það væri syndir, hann hefði drykkt það sjálfur og bar frammi fyrir Guði og fyrir hans heilaga fjalli, það er sem Síons fjall í Jerúsalem, og biður fyrir því að borgin verði endurreist. Hann vil sjá bara gyðingarna snúa heim og borgina endurreista. Og þá kemur maður sem heitir Gabriel, sem í raun og veru engill, sem engill og birtist Maríu mey, en lítur út eins og maður. Og hann segir við Daniel, 70 vikur eru útmældar þetta 24. sinu þjóð þinni og þinni heilugu borg þinni, þar til mælir misgjöra þinni fullurð og syndin raflónaðar, þar sem friðþægt verður fyrir ranglætið og eilíft réttlæti kemst á, sýnir spámannanna rætast og háheilaga hlýtur smurningu. Þarna komum við að því sem ég fór í upphafi. Guð sendi Abraham til að vinna, til þess að hans afkom, til að undirbúa það að einhver afkomandi Abrahams myndi gera það sama og Sem og Jafet gerði við Nóa, breiða yfir syndina, skömmina og horfa til framtíðar. Það sem þeir gerðu, Sem og Jafet, breiddu yfir föður sinn og tóku skömmina af ættinni. Og Biblían segir að Jesús dó og breiddi yfir syndir Adams og allra afkomenda hans. Og allt sem hafði komið fyrir Ísraelsmenn og allt sem Gamla testamenti fjallar svona rauði þráðurinn stemdi á þennan eina atburð sem myndi gerast í Jerúsalem að lokum. Og 70 vikur, þetta er ekki vika í hebreska textunum, heldur getur þýtt dagar eða ár. Og í þessu tilfelli er það mjög skýrt á öðrum textum í Daniels bók og öðrum textum í Biblíunni að það án yfir allan vafa hafið að það er verið að tala ár þarna. Það er verið að tala 490 ár, 70 sinnum 7 ár. Og Biblían, ég hef ekki tíma til að fara í það, en Biblían er afar skýr á því. Og talan 490, hún hefur sérstaka merkingu í Biblíunni. Það er eitthvað hebrískt orð sem tamim og þýðir fullkomnun. Sem er tala þessa orðs, hebreska orðs, er 490. Og við höfum það úr Matteusi 18. kaflan að Pétur segir við Jesú, hvað ég ofta fyrirgefa bróður mínum ef hann misgerir við mig. Jesú svaraði, ég segi þér, ekki segi þér að ég fyrirgefa honum 7 sinnum. Hann segir ekki 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Og þetta er ekki bara eitthvað sem Jesú datt í huga að segja við hann, heldur þýðir þetta orð 490, 70 sinnum 7,
það þýðir, talan yfir þessu hebreska orði fullkomnu, það þýðir óendanlega. Þannig og Pétur skildi það alveg á þann hátt í að hann var að tala töluna sem yfir þessu hebreska orði. Og þá, svo segir hann honum Daniel, hvað sé langt í að þessi atburður gerist. Og hann segir, þegar orð barst endurreisn og endurbygging í Jerúsalem, vita skaltu, segir í 25. versi, að þegar orð barst endurreisn og endurbyggingu í Jerúsalem og allt til komið í smurða líða 7 vikur og 62 vikum verður hún endurreist, Torkennastræti og Síki. Það sagt frá þessu í Jeremía þegar það gat engin fyrirskipa endurbyggingu í Jerúsalem nema Persakonungur, og það kemur fram í Nehemía, 2. kaflanum, hvenær það var. Það var í Nísan mánuði á 20. stjórnarári Artaxerxar konungs, og það árið 444 fyrir Krist. Þá gaf hann út skipun að Jerúsalem skyldi endurreist og múrarnir hennar líka. Og hér segir frá því hvernig það gerðist að Nehemía var dapur í bragði, gyðingur við hirðina, og segir konungnum að hann hafi áhyggjur af þessari borg, og konungurinn gefur út skipun, borgin skal endurreist. Og þá fær hann bréf frá konungi að fara til Jerúsalem og framfylgja þessari skipun. Þegar hann kemur til Jerúsalem þá hann mjög illa tekið. Og ástæðan svo að pólitíkin allstaðar, sko. Og hann kom við kaunina mörgum. Það voru íbúar fluttir sem voru kallaðir samverjar, sem leist ekkert á að gyðinga færu aftur að reisa við borgina, og það voru endalausir svona smákóngar eins og verið oft til í fyrirtækjum og víðar, og það endar á því að þá að hann sem bréf frá konungi að gera þetta, þá fer hann á nóttu til Nehemía til að rannsaka múrin og skoða hvað þurfa að gera til að bara vera ekki drepinn. En þetta getið lesið í Nehemía bók, við erum ekki að fara í þetta núna, en þessi atburður 20. stjórnarár Artaxerxar konungs var árið 444 fyrir Krist. Og þegar að þessi tími liðinn, þá það þannig að með tímatal gyðinga sem eru með 360 daga, ekki 365 daga, þá tíminn sem að sem tók að byggja borgin og torg og stræti skyldu endurreist 483 ár, og þá erum komin á 33 eftir Krist. Þannig að Daniel bara sagt frá því að það verður ákveðið að endurreisa borgina, og þá líða 483 ár og þá klárast verkið. Þá mun Kristur deyja á krossi, það er svo ekki kross nefndur þar, en þá verður verkið fullkomnað. Þá lýkur því sem spádómarnir stefndu til. Hvað það varðar. Og þá skulum við aðeins fara í hvað gerðist. 33 eftir Krist, cirka bát. Það þannig að það geta alltaf verið ákveðin skekkjumerk, maður veit ekki nákvæmlega hvort Jesús dó 33 eftir Krist eða 34 eða 5 eða þetta svona, menn að áætla þetta, og það geta alltaf verið einhverja skekkjur, en þetta svo nákvæmt að það geta bara verið skekkjur einhver örfá ár. 3, 4, 5, 7, kannski eitthvað lýs. Hann bara segir nákvæmlega, þetta svona svipað eins og ef ég kemur spádóm hvað myndi gerast í Reykjavík árið 2510. Og svo myndi það rætast bara alveg nákvæmlega. Og það sem gerðist eftir þessi árið 33 eftir Krist þetta,
sem að í fyrsta lagi gerðist það í Jerúsalem, því að þetta átti að gerast inn í heilugu, að syndirnar voru afplánaðar, stendur hérna í versi 24. Og hvernig voru þær afplánaðar? Það segir í Biblíunni að Jesús var gerður að synda okkar vegna. Hann dó fyrir allar okkar syndir, allar okkar skömm, og hann var nakinn á krossi til að hylja skömm okkar. Og Biblían segir að þegar Jesús gerði þetta, þá gerði hann það utan allra tíma. Þannig að þetta var svona eins og eilífar þjáningar sem fóru yfir hann. Hann er kallaður lambi sem var slátrað frá grundvöllum veraldar. Og það er engin svo þjáning sem við höfum gengið í gegnum, Jesú hefur ekki þurft að drekka hann í botn, upplifa hann í botn. Hvort sem það er einmanaleiki, ótti, höfnun og hvað það er sem við göngum í gegnum, þá þurfti Jesú að upplifa það í algjöru tímaleysi í botn. Og með því að taka þetta á sig í eilífðinni, í svona tímaleysi, þá segir Biblían að hann aflaði eilífrar lausnar. Þannig að það að vera negldur á kross, það er minna en keppur í sláturtíð, það bara telst ekki með. Allar það þjáningar sem hann þurfti að taka á sig á krossinu. Og Jesú vissi það, þess vegna sagði hann í Getsemanni við föðurinn, þetta er eina skiptið þar sem Jesú var örvæntingafullur. Ef það er einhver leið að þetta geti gerst öðruvísi, þá byggjum að taka hann að bika frá mér, en samt ekki eins og ég vil heldur eins og þú vilt. En það var engin önnur leið. Hann tók allar okkar syndir á sig, allar okkar skömm, og eins og segir hérna, syndirnar voru afplánaðar. Og það búið afplánaðar og það verður ekki gert aftur. Við tökum móti Jesú Kristi, gefum líf okkar og fáum fyrirgefningu þegar búið afplánaðar fyrir okkur. Svo segir, friðþægt verði fyrir ranglætið. Þegar einhver fremur ranglæti, þá finnst öllum að hann þurfa að gjalda þess til að vera tekinn í sátt. Og við höfum bara nýlegir atburði þegar ráðherra segir af sér, þá er ein af ástæðum fyrir því að ráðherranum hefur ekki talið sér sætt, er það að það myndi engin sætta sig við að einhver kemist upp með eitthvað sem menn voru að hneykslast á. Og þannig er heimurinn. En Jesús friðþægði fyrir allar syndir og það þarf ekki að endurtaka það. Við þurfum ekki að taka hann friðþægingu. Við verum bara einfaldlega tekin í sátt. Og leitt fram eilíft réttlæti. Jesús tók á sig ranglæti í eilíðinni, svona utan allra tíma, og gefur okkur eilíft réttlæti. Réttlæti í Biblíunni er ekki að ná sér niður á öðrum sem hafa gert okkur eitthvað. Réttlæti í Biblíunni er ef eitthvað er bognað, þá er það rétt við aftur. Og Biblían talar að Guð gefur oft réttlæti með því að gefa okkur tvöfalt tilbaka það sem frá okkur var tekið. Og eilíft réttlæti kemst á, sýnir spámannanna rætast, en það er hver einasta bók Biblíunnar benti á Krist. Svo kom hann og sýnir þar það hvernig hann myndi verða gera eitthvað sem síðan öllum þjóðum til blessunar, þær var að rætast hana, 33 eftir Krist cirka bát. Og hið háheilaga hlýtur smurningu. Háheilaga var sáttmálsorð Guðs, hún var týnd og tröllum gefin, á þessum tíma var búið að eyða musterinn og öllu sem þar var inni. Og það þurfti að vígja hið allra helgast á ný, var engin leið að gera það var sáttmálsorðin var farin. Og við skulum aðeins skoða hvernig það gerðist. Þegar Jesú dó á krossi þá segir að það varð myrkur allt land til nóns. Og þá kallar hann hárri röddu, og svo í 50. versi þá hrópar hann hárri röddu og gaf upp andann. Og þá rifnar forntjald musterisins í tvennt. Það var, eins og hann farið yfir á Björningi, það var tjald sem var yfir ákveðnu stað í musterinu og þar fyrir innan var hið háheilaga.
Og Jesús þurfti að vígja það og það gat enginn vígt það nema Guð, af því að það var búið að rústa musturinn og taka sáttmálsörkina. Og það rifnaði sundur ofanfrá og niður eftir miðju. Og þá skelfur jörðin og björgin klofnar og grafir margra heilara manna sem látnu voru rísu upp. Og þá segir einn hundraðshöfðingi, sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Jesús var að vígja hið háheilaga og við lesum hérna í Hebreabréfinu 9. kafla, en Kristur komið sem æðsti prestur þeirra gæða sem komin eru. Hann gekk í gegnum hina stærri og fullkomnari tjaldbúð eða musteri sem ekki með höndum gerð, það að segja ekki að þessari sköpun. Hann fór á stað sem ekki af þessari sköpun, sem utan allan að nefni sem. Og ekki fór hann með blóð hafra og kálfa eins og æðstipresturinn hafði gert heldur með eigið blóð. Inn í hið heilaga þurfti að vígja hið heilaga ný. Í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Og þegar við höfum tekið á móti honum sem frelsar okkar, þá það eilíf lausn, ekki tímabundin. Og hann fór með sitt eigið blóð og það að fortjaldi rifnaði þegar hann dó þýðir vegurinn að Guð opinn hverjum sem Eina sem við þurfum að gera, segir Biblían, að játa það að Jesús sé okkar drottinn. Þá verður hann okkar konungur þegar göngust undir hans konungsvald og þá tilheyrum við hans ríki, hann endurfæðir okkur og aflar og við eignumst þessa eilífu lausn. Og í Hebreabréfinu 10. kafla segir, vegna þess að Jesús úthelti blóði sínu, megum við nú systkin með djörfum ganga inn í hið heilaga, hann þurfti að vígja hið heilaga. Og við megum ganga þar inn með djörfum. Áður fyrr mátti æðstipresturinn ganga þar inn einu sinni á ári, en þá var hann fyrst að fórna fyrir eigin syndir, og svo var hann með svona pönnu fulla reykelsi sem hann hellti alltaf á pönnuna, þannig verði reykur milli sín og sáttmálsárkarinnar til þess að myndi ekki deyja við að fara þarna inn. En í staðinn fyrir að fara inn í ótta eins og æðstipresturinn gerði, þá má hver og einn okkar koma inn í heilaga fram fyrir Guð með djörfung. Halló pabbi. Og hann segir að við getum farið í 22. versi fram fyrir Guð með einlegum hjörtum í öruggu trúartrausti, með hjörtum sem hreinsuð hafa verið af allri synd, þannig við þurfum ekki að horfa á líf okkar og segja ég ekki nógu góður fyrir Guð, og við höfum aldrei segja ég get ekki komið fram fyrir Guð út af öllu sem ég er búin að gera. Ég klikkaði hérna í gær, ég var að láta líða 10 daga áður en ég kem fram fyrir Guð. Af því að Biblían skýr, byggdum alltaf komið fram fyrir hann í öruggu trúartrausti, út af því sem gerðist á krossinum 483 árum eftir að orðið komum endurreist Jerúsalem. Og svo segir, haldið því fast við játningu vonar okkar á þess að kvika því trúr sá sem fyrirheiti hefur gefið. Hérna Já, hérna bara þýðingu 490, þetta bara þekkt, þetta þýðir, hérna sjáðu hvað það þýðir. Og Jesús sagði þegar hann var á krossinum, það fullkomnað. Það fullkomnað. Og síðan segir í Daniel 9. kafla, við þurfum aðeins að fara í það. Þessi versin. Sem sagt, við tökum aftur 27. vers, að þessum 27. vers, að þessum 62 vikum liðnum hinn smurði amaðu með öllu,
en smurður því hebreska orðið Messias og gríska orðið Kristur. Þannig að bara Jesú var afmáður með öllu þarna. Hann var deyddur og farið með hann í gröfina og svo Jesús sem reis upp var komin í umbreyttan líkama sem reis upp á 3. degi. Svo segir, þegar hann deyr á krossi, þá stoppar þetta. Og það 7 ár eftir sem ekki byrjað að líða. Af því að nú tími frá því Jesú dó á krossi og reis upp, þar sem að orð Guðs, blessunin sem Guð sagði við Abraham, blessunin sem einn afkomandi þinn mun veita, fer til allra þjóða. Og nú erum við orðið Jesú og það sem hann gerði að fara til allra þjóða. Svo þegar lýkur því tímabili og þá koma 7 ár í sögu Ísrael sem að ekki eru byrjuð að líða og Björningi aðeins tæpt á áðan. Svo segir herleiðtoga nokkurs sem komur skal mun eyða borginni. Þannig að hann segir borgin frá því að verður skipun að sem sagt reisa borgina og þangað til að Kristur afmáður en leiðir fram eilíft réttlæti. Líða sem sagt 483 ár og þá hann komin rúmlega 30 eftir Krist. Og þá sem sagt stoppar, það svona stundaglesi tekið og það stoppað. Og þá hefst þessi tími. Og það segir að á þessum tíma sem eftir það, þá gerist, sagt frá einum atburði sem gerist, að herleiðtoga nokkur sem koma skal mun eyða borginni og helgidómnum en hann mun farast í flóði. Og þetta gerðist 70 eftir Krist, 30-40 árum eftir að Jesú dó á krossi og Jesú sá eyðingu borgarinnar fyrir og hann grét yfir örlögum borgarinnar sem að vissi að myndi eiga sér stað. Og þá voru gyðingar aftur hellitir út á landinu og þeir voru hneptir í þrældóm og það var verðfall á þrælamörkuðunum vegna offramboðs. Og borginni var rústað. Og allt rættist þetta mörg hundruð árum áður en það gerðist. Og Jesú útskýrði fyrir lærisveinum að þegar að þetta gerðist, að herfylki myndi umkringa borgina flýja, það yrði ekki skilin steinn yfir steini og það yrði bara blóðsúthellingar. Það var ekki hægt að verjast þessu. Og þegar að kristni gyðingar flúðu og hlýddu Jesú, þá urðu aðrir gyðingar mjög sárir. Þetta var svona hluta því að við aðskilnaði kristinna gyðinga og annarra gyðinga sem gerðist þarna. En þá kemst ég ekki lengra og ótrúlegt að ég hef komist yfir þetta allt saman. Og ef við tökum þetta saman, þá það bara þannig að Guð ákveður að af ætt Sem og ætt Abraham fæðist einhver sem muni afmá syndina, afplána allan dóm og allar afleiðingar, hylja nekt okkar, veita okkur eilíft réttlæti, eilíft líf og við getum tekið á móti honum. Ég ætla að fara með bæn þar sem að þeir sem hlusta hafa ekki stigið það skref að taka á móti Jesú og öðlast það sem að var spáð með nákvæmni bara upp á ár, mörgum öldum áður að það gerðist, að þá getum við tekið á móti þig núna. Kæri Jesús, ég játa þú ert minn drottinn og Guð. Þú ert konungur lífs míns og ég lifi í þínu ríki. Og ég bið þér að koma inn í hjarta mitt. Amen. Þá bara þakka ég fyrir.